töluðu aldrei samfélgin áður en þetta. Þeir bara algjörlega mótuðu þessu, öllu svona bara Rassistatali. öllu þessu rassistali og nánast bara einhvers konar open borders og eitthvað svona, veist, bara fólk á bátt í heiminum og eitthvað svona. Þannig var umræðan. Kristján auðvitað átt að sé á því. Ef hún ætlaði að ná einhverjum árangur þessu kostingum, þá þurfti hann að segja, við þurfum auðvitað að ná betri stjórn á landamærum. Ég man nú ekki hvað við sagði þessu. Svo er þau búin að vera einni ár. Það er ekki búið að mæla fyrir neinu frumvarpi, eins og ég veit. Nei, hún er með 7 frumvörp. Já, en ok, sjáum til hvað gerist á þessu ári, hvort það sé einhver raunverulegur hugur fylgir máli, en þau hins vegar átt að sjá því pólitískt, þau verða að gera eitthvað. En þegar við vorum að reyna þetta, þá var nú gott að rifja upp hvernig þetta fólk talaði, sko. Já, það var öðruvísi. Það var aðeins öðruvísi og ekkert aðeins, það var bara mikið Jón settir einhvern nasistabúning. Já, nasistabúning og mótmælt þegar ég var aðstofamaður og þessi rasistar í dómsmálaráðuneytið og allt, sko, og við náðum bara mjög takmörkuðum árangri, þá við höfum bara bent á þetta. Og þá leiðu kemur inn í ráðuneytið, þá bara sérðu hvað ruglið er í gangi og hvað þetta er stjórnlaust. Og Jón er bara fyrst að segja, þetta er bara stjórnlaust. Enginn þóra að segja það áður, sko. Bara stjórnlaust. Tók hann ekki allavega fund og benti á með skipulega brotastarfsemina? Já, þetta er bara algjörlega stjórnlaust og þetta enda bara í algjöru kaos. Og þá var hann bara teiknaður í nasistabúningi og tók sér mjög vel út í Jónum. Og en svo kemur þetta fólk alltaf að vinna kosningar, hörðu, við erum að gera eitthvað. En svo bara líður 1 ár og það er ekki búið að gera. Ekkert. Kannski ætlaðu að gera eitthvað. Við erum bara að vona það.